Hildigunnur Svavarsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar við sjúkrahúsið á Akureyri. Hildigunnur, staðan hjá ykkur núna, það eru engin ný smit greind, minnsta kosti? Nei, það hef ekki greinst smit hér á Norðurlandi, eystræði okkar svæði hér í 2 vikur, sem náttúrulega bara alveg frábært og það svo sem endurspeglast í því að þörfin ekki, hún hefur allan minnkað hjá okkur og við erum nú með 2 inniliggjandi sjúklinga og það er búið að vera þannig í nokkra daga og fækkun hefur orðið á, eða það minni þörf fyrir þessa göngudeildarþjónustu, þessa COVID-göngudeild sem við opnuðum í byrjun apríl. En hvað þýðir þetta þá fyrir aðra starfsemi? Getið þið farið að huga að annarri þá göngudeildarþjónustu til dæmis? Já, við förum í rauninu algjörlega eftir fyrirmælum frá sóttvarnalækni og landlækni hvað varðar áframhaldið og samkvæmt þeim tilmælum sem hafa verið gefin út, við bíðum nú bara eftir auglýsingu frá ráðherra, að göngudeildarstarfsemi geti byrjað 4. maí. Og þá verður hægt að fara í valkvæðar aðgerðir til dæmis? Já, við byrjum á göngudeildarstarfseminni sem er meira sérfræðimóttaka og við erum byrjuð að undirbúa hana og það verður gert með ákveðnum takmörkunum og ákveðnum skilyrðum en varðandi valkvæða aðgerðnar, já, þá er búið að gefa út hugmyndir að það verði hægt að byrja á þeim en við erum ekki búin að fá neinn fyrirmæli þannig að þar alveg getur við ekki byrjað að undirbúa neitt en meðan bara minnst hvort að byrja að hugsa það. En hvað með þessa frægu biðlista, þeir hafa væntanlega lengst á undanförnum vikum? Já, þeir hafa náttúrulega lengst og auðvitað er komin ákveðin óþreyja í alla að fara að gera meira en við þurfum bara að taka lífinu pínlítið með ró og gera þetta hægt og skipulega og taka þetta í nokkrum skrefum. En þó að kurvan sé á svolítið hraðri niðurleið, þetta er ekki búið? Þetta er alls ekki búið og þetta er bara eins og allt annað, við megum alls ekki fagna sigri of snemma og verðum bara að vera þolinmóð og virða þessar reglur sem okkur eru settar, hvort sem það varðar fjarlægðarmörkin eða hreinlæti eða annað og virðum bara þessar reglur samkomubann og allt það. En hvernig sérðu fyrir þér með heimsóknartíma og annað því líkt á sjúkrahúsinu, hvernig eru reglurnar þar núna? Reglurnar hafa ekkert breyst síðan þær voru gefnar út í upphafi að engar heimsóknar eru leyfðar og auðvitað er þetta eitt af því sem við erum að hugsa og við erum að vissa svolítið núna bara að vinna því að aflétta ákveðnum þáttum eins og við getum með því að fara tilbaka en það verður bara gert í þrepum og eins og staðan í dag eru engar heimsóknir leyfðar, hvort það verður eftir 4. maí, það er eitthvað sem við bara skoðum og við vinnum þetta líka í takt við aðrar heilbrigðisstofnanir. Hvernig sér þú fyrir þér og þið á sjúkrahúsinu og Akureyri, hvernig sjáu þið fyrir ykkur næstu 2-3 vikurna þá? Nú, næstu 2-3 vikurnar er náttúrulega þannig, við þurfum ennþá að vera tilbúin svo að geta tekið á móti þessum sjúklingum með hvað hætti sem það verður og það er okkar verkefni núna. Nú, við sjáum fyrir okkur að göngudeildarstarfsemin hefjist eftir 2 vikur og þá fer boltinn aðeins að rúlla og það er náttúrulega okkar von að valkvæðast aðgerðir geta líka farið að stað en bara við þetta allt saman þá breytist heilmikið landslagið og við þurfum bara að vera svolítið varkár og undirbúa okkur og fara algjörlega eftir þeim reglum sem okkur eru settar. Og svipaðan hátt og aðra heilbrigðisstofnanir að gera líka. Hluti af starfsfólki sjúkrahússins hefur þurft að fara í sóttkví en það er alltaf þá að verða færri og færri. Já, það er einhver hluti eins og nefnir en þau eru meira með öll komin tilbaka núna. Hvort það eru örfáir sem enn í sóttkví. En hvernig er staðan á starfsfólkinu? Þetta er búið að vera mikil törn, er fólk orðið þreytt? Já, ég hugsa það nú en ég kannski tala bara fyrir ákveðin hóp en einhvern veginn hefur þetta bara einkennst þannig að fólk hefur bara tekið alveg ótrúlega vel höndum saman og gert þetta að við þurftum að gera þetta og það má alveg búast við því eftir allar tarnir að fólk verið þreytt eftir á. En þið svolítið er samandregið og þá þið svolítið að spóla tilbaka og þetta þið eru að sjá fyrir endan á þessu ef allt gengur upp? Við erum að spóla tilbaka, það er rétt. Ég veit ekki alveg hvort ég getur séð við séum að sjá fyrir endan. Við sjáum að minnsta kosti kúruna komna langt niður. Hversu lengi hún verði þar, þannig að við þurfum að vera tilbúin til að taka á móti þessum sjúklingum, það veit ég ekki. En við þurfum allan að hafa það í okkar plönum að vera tilbúin til að sinna þessum sjúklingum. Og allir þurfa að ganga í takt? Og allir þurfa að ganga í takt og bara fara eins og kunna tangóin í þessu.